Góðan dag. Við erum velkomin á samkomu. Velkomin í kirkju. Góðan daginn. Gaman að sjá ykkur öll. Mér langar að byrja þessa stund í dag og að lesa fyrir ykkur úr Sálmi 150. Halleluja. Lofið Guð í helgidómi hans. Lofið hann í voldugri festingu hans. Lofið hann fyrir máttarverk hans. Lofið hann eftir mikilvæg hátignar hans. Lofið hann með lúðurhljómi, lofið hann með hörpu og gíu, lofið hann með bumbum og gleðidansi, lofið hann með strengleik og hjarðpípum. Lofið hann með hljómandi skálabumbum, lofið hann með hvellum skálabumbum. Allt sem andadrátt hefur, lofið drottin, halleluja. Þetta er það sem við ætlum að gera í dag og við ætlum að koma saman, við ætlum að lofa drottin. Við ætlum að taka hug okkar og augu af okkar kringumstæðum af því sem við komum úr og horfa á Jesú og lofa hann í dag. Og ég ætla bara að hvetja ykkur til þess að vera með hug ykkar og hjarta í því. Ef þið viljið standa upp og treysta ykkur til þess, þá með gjarnan gera það. En bara að við séum hér til þess að lofa drottin. Amen. Amen. Við komum saman til þess að fagna því að Jesús, hann getur frelsað og ég hveti ykkur núna í næsta lagi, hafið þá í huga sem er ykkur nær.
nágrannar, vinnufélagar sem að þekkja ekki Jesú. Halleluja, lýsi ljós þitt. Lýsi ljós þitt, láttu heiminn sjá. Við syngjum, sigurvann hann, segðu öðrum frá. Jesús, lýsi ljós þitt, láttu heiminn sjá. Við syngjum, sigurvann hann, segðu öðrum frá. Jesús, flutt hann getur fjöllin, hann frelsar getur hvern mann. Frelsar getur hvern mann, eilíf höfundur míns hjálpráls, því hann einn sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Jesús, flutt hann getur fjöllin, hann frelsar getur hvern mann, frelsar getur hvern mann, eilíf höfundur míns hjálpráls, því hann einn sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Jesús, flutt hann getur fjöllin, hann frelsar getur hvern mann, frelsar getur hvern mann, eilíf höfundur míns hjálpráls, því hann einn sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Amen. Amen, svo sannarlega sigraði hann gröf. Fríður Birna, ég ætla að bjóða þér að koma. Þið megið fá okkur sæti, gjörðu svo vel. Við kveikt á þessu, já. Komið þið sæl, Fríður Birna heiti ég og fer fyrir hóp sem að stýrir eldhúsinu. Sem mjög skemmtilegt verk og þið fáið það ekki alveg í bráð. Það nokkur atriði sem ég langar að tala um. Ég held að við séum öll sammála hvað dásamlegt að geta farið niður og fengið okkur kaffe eftir samkomu. Og mjög skemmtilegt og mjög gaman hvað margir nýta þetta tækifæri. Frábæri samfélagshópar sem hafa séð þetta. Og mér langar að biðja ykkur að klappa fyrir þeim.
Þetta er yndislega hvað margir leggja hönd á plógin. Okkur vantar núna einn samfélagshóp til þess að fylla í planið og það reyndar svolítið ánægilega ástæði fyrir því. Það var í fyrravetur, úrlingarnir voru á 8 vikna fresti eins og hinnir. Þetta er einu sinni á 2 mánaða fresti. Þetta er nú ekki, slígar ekki neitt mann. Og var að tala við Jóhannes fyrirkomulagi fyrir úrlingarna og þá var það svolítið skrítin og sagði, veist að ég er búin að leggja svo svakalega mikið á þessa krakka. Þau eru hérna öll kvöldvikuna nánast. Þannig að mér myndi ekki mjög vænt ef við slepptum þessu. Þau eru að hjálpa mikið til í barnastarfinu sem er að fara fram á þessum tíma, þannig að þetta er erfiðara. Þannig að nú skora ég bara á samfélagshóp sem ekki er í þjónustu hér í eldhúsinu að bjóða sig fram. Við erum mörg hérna sem erum tilbúin að kenna á leiðbina hvað þarf að gera. Það verða flestir hissa á hvað þetta er lítið verk og skemmtilegt. Þannig að ég hvet ykkur til þess, svo við verðum alltaf með kaffi. Það er annað sem ég langar til. Það vantar alltaf servéttur í eldhúsið og þeir sem kaupi servéttur viti það að það eru fókdýrar og við tímum bara ekki að kaupa þær. Við erum búin að vera að tína gamla lager út á jötunni og það dugir ekki endalaust. Þannig að nú langar mér til að biðja alla að fara í skápana heima hjá sér og ná í þessa hálfu servéttupakka sem þið eigið þar af mörgum tegundum sem þið leggið aldrei á borðið af því það er aldrei nóg fyrir alla og koma með það allt saman hingað niður eftir. Við ætlum að hafa skrautlegt hjá okkur, samblanda öllu milli himins og jarðar, jól og páska, haust og vor. Bara yndislegt en það nýtist. Ég bið ykkur endilega að gera það. Og svo vil ég bara ítreka það að þetta er Pálínuborð hérna niðri sem þýðir það að við erum öll að leggja þetta borð. Sá hópur sem sér að leggja leirtau á borð, sér mjólkina, hella upp á kaffi, sjá fyrir te og sigri og skera niður onni okkur og vaska upp eftir okkur og þrífa. Það er ekki hópurinn sem er að baka. Hann er að gera alveg nóg þessi hópur. Við leggjum á borðið sem erum ekki að þessu. Svo vil ég bara þakka ykkur innilega fyrir hvað þetta er búið að ganga vel og Guð blessi ykkur. Takk. Komið sæl og blessu og ég ætla að bjóða ykkur að standa á fætur. Nú byrja morgunleikviminn í Fíladelfíu í dag. Já, þeim er svo sannarlega rétt úr ykkur. Okkur veitir ekkert af því eftir svefnnæturinnar. En mig langar að lesa hér orði Guðs úr Efesusbréfinu, 3. kafla og yfirskriftin yfir þessum versum er bæn styrk og skilning. Mér veitir ekki af því að biðja og fá styrk og skilning og ég held að sé einhver hér inni sem er í sömu sporum og ég. Mér finnst þetta er eitt af uppáhaldsversónum mínum í Biblíunni og þegar ég beðin að lesa þá vel ég þau. Það er frá 3. kafli frá 14. versi. Þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni fær nafn af á himni og jörðu. Megi hann gefa yður af ríkdómi dýrðar sinnar til að styrkjast fyrir anda sinn að krafti hið innra með yður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Þá fáið þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krists er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum, honum sé dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesú öll æviskeið, öld eftir öld. Amen. Við ætlum að biðja saman og ég trúi því að við séum öll með bænarefni sem liggur í hjörtum okkar og við vorum að syngja hérna áðan að Jesú getur flutt fjöll og hann getur frelsa hvern einasta mann. Ég trúi því líka að hann getur gert allt sem við biðjum hann að gera. Af því hann er fullkominn, hann er algóður, hann er alvaldur og sá Jesús sem ég trúi á, hann getur allt. Og hann hefur sannað fyrir mér oft á mörgu sinnum. Og við skulum bara taka þátt í bæninni og verið ófeimin að biðja upphátt. Við erum að biðja saman í Jesú nafni. Ó, drottin, ég lofa þig fyrir þessa stund, drottin minn og frelsari.
Ég þakka þér fyrir nærveru þína, heilagi Faðir. Og ég þakka þér fyrir að við megum koma fram fyrir auglið þitt sem einstaklingar, sem kirkja, og við megum fela þér allt okkar mál, öll okkar mál, Drottin, allt sem liggur í hjörtum okkar, Drottin minn. Og ég biði Jesús minn að snerta við einum og sérhverjum sem hér inn í dag, Drottin. Og ég biði Jesús minn að þessi stund, hún megi vera lífsbreytandi fyrir hvert og eitt okkar, Drottin. Og ég bið bara kraft anda þíns yfir þessa stund, Drottin. Og ég biði úthella andaðinum yfir okkur hvert og eitt, Drottin. Og ég þrái kraft heilas anda yfir þessa samkomu, Drottin minn. Og ég bið þess, Jesús minn, að þú komir með það sem við þörfnumst, Drottin. Og ég bara lofa þig fyrir það, mega tilheyra þér, mega vera frammi fyrir augliti þínu, mega lofsyngja þér, mega heyra orðið þitt, Drottin. Ég þakka þér fyrir þessi forréttindi, Drottin minn. Og ég bið fyrir þeim sem að get ekki verið með okkur hér í dag, Drottin. Ég bið fyrir þeim sem eru sjúkir, Drottin. Ég bið fyrir þeim sem eru hryggir og sorgbittnir. Ég bið fyrir þeim sem eru þunglyndi, Drottin. Og ég bið þig að mæta þeim, snerta þeim þá, Drottin minn, og reisa þau upp. Græða það sem að er, Drottin. Ó, Jesús minn. Og ég bið fyrir þeim sem eru að berjast við krabbamein, Drottin. Og ég bið þig bara að snerta þau með læknandi hendinniðinni, Drottin minn. Og ég veit að þú getur læknað þau. Ég veit að þú getur reist þau upp, Drottin minn. Og ég trúi því algjörlega, Jesús. Ó, Drottin, og ég bara þakka þér fyrir hver þú ert, Jesús. Og ég bið þess líka, Drottin minn, að við mættum vera upptekin af þér, Jesús. Að líf okkar megi vera þannig að það gleður hjartað þitt, Drottin. Viltu hjálpa okkur að vera þannig, Jesús minn? Viltu hjálpa okkur að vera útrétt hönd þín út í þjóðfélagið, út í þá sem við umgöngumst, Drottin minn? Hjálpa okkur til þess, elsku Faðir. Og ég fel þessa stund í þína hendur, Drottin. Og ég þakka þér fyrir þessa kirkju og ég bið fyrir þessari kirkju, Drottin. Og ég bið fyrir kirkju þinn á Íslandi, Drottin. Mættum við vera sýnilegri, Drottin minn. Mættum við vera í sóknin, ekki vörn, Drottin. Og ég bið þess, Drottin minn, að allt það sem tala gegn okkur, allt það sem að Satan hefur smíðað gegn okkur, það megi falla niður dautt og ómerkt, Drottin. Af því að þú hefur sigrað. Þú sigurvegurinn, Drottin Jesú. Viltu hjálpa okkur að muna það, Drottin? Að við erum í sigurliðinu, Jesú. Og við getum verið upplýstjörf. Og við getum verið í baráttu hug, Drottin, fyrir þig. Í Jesú nafn. Og ég þakka þér fyrir það, Drottin. Ég þakka þér fyrir sigurinn í blóðinu þínu, Drottin. Og ég þakka þér fyrir blóðvend þína sem yfir okkur, Drottin minn. Elsku Faðir minn, og ég lofa þig fyrir hver þú ert. Í Jesú nafni, amen. Amen. Amen, amen. Við skulum taka fórn til starfsins, vænti ég. Þannig að samkomið þjónar, þið takið ykkur stöðu bara. Drottin blessi ykkur það sem að þið ákveða að gefa. Við skulum syngja saman Jesú nafn. Það hans sem við erum komið saman og við játum nafni hans. Amen. Jesú nafnum allir alda, una veitir Drottins hjörð, á því tímans bönn ei vinnur, tendra ljós á vorri jörð. Jesú nafn undraafli, allar sálir dregið fær, inn að Drottins ástar hjarta, að sælunnar himni nær. Nafn þitt Jesú ég vil elska, Jesú nafn huggun mín. Í hans nafni fann ég frelsi, frið sem aldrei dvín. Jesú nafn skal hærra, hljóma yfir vorri jörð. Jesú nafn og ekkert annað, eflir Drottins litlu hjörð. Rekur burtu hatrið
Við skulum endurtaka þetta síðasta erindi og kórinn á meðan börnin og unglingarnir fara niður í sína fræðslu. Þannig að finna ykkur bara frjálsið að standa upp og hleypa fólkinu fram úr rauðunum. Amen, Jesú nafn. Jesú nafn ljúfum ljóma, líkt og morgunstjarnan skær, yfir veginn villu gjarna, vonar björtum geislum slær. Og ef sólin aldrei framar, viljar vona köldu jörð, Jesú nafnum allir alda, hans að tigna drottins jörð. Nafnið Jesú ég vil elska, Jesú nafn huggun mín. Í hans nafni fann ég frelsi, frið sem aldrei dvín. Nafnið Jesú ég vil elska, Jesú nafn huggun mín. Í hans nafni fann ég frelsi, frið sem Við skulum standa upp og syngja þetta aftur, nafnið Jesú. Nafnið Jesú ég vil elska, Jesú nafn huggun mín. Í hans nafni fann ég frelsi, frið sem aldrei dvín. Halleluja. Halleluja. Það er mikilvægt að játa nafni Jesús. Það er gott að trúa á Guð, við þurfum að trúa á Guð. Hann er faðir okkar á himnum, en að játa nafni Jesú inn í allar kringumstæður, þar liggur krafturinn. Og það er Jesú nafn, það er fyrir Jesú blóð, það er fyrir Jesú nafn sem við finnum frelsi. En við skulum ganga inn í smá tilbeiðslu núna og lofa hann. Og finna ykkur bara frjálsi að lyfta upp höndum og syngja með. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Syngið þetta aftur. Worthy is. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Oh, beloved Jesús. Clothed in rainbows of living colors, flashes of lightning, rolls of thunder. Blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Oh, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come.
awestruck wonder at the mention of your name. Syngjum þetta aftur, filled with wonder. Filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. Einu sinni enn. Filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. Jesus, your name is power, breath and living water, such a marvelous mystery. Oh, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Oh, with all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Svona er lofgjörðin á himnum, segir Biblían. Þessi orð eru beint úr Biblíunni og það er ofboðsleg kröftug játning að syngja þetta út, að syngja út það sem stendur í orðinu, svo að hvet ykkur núna og höldum við áfram að syngja þetta og við játum þetta út. Holy, holy. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Jesus. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Hallelujah. Oh, þú ert hæstur, ó Herra Jesús. Þú Guð ert hæstur allra herra, í himnasölum og á jörð. Við komum fyrir þig og fögnum og færa viljum þakkar gjöf.
Halleluja. Amen. Helgi. Amen. Amen. Skulum biðja hann saman. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir yndislega nærveru þíns heilaga anda hér í dag. Þakka Drottinn minn bara fyrir að þú ert hér, þakka fyrir að þú ert hér til að starfa og hér til að mæta okkur. Og Drottinn minn, ég biðjum að þú tali til okkar í gegnum þetta orð í dag. Ég biðja Drottinn minn að þú mætir okkur ein og sérkur á þann hátt sem við þurfum á að halda. Og við segjum velkomin heilagur andi. Drottinn, verði viljið þinn og komi ríkið þitt í dag, í Jesú nafni. Amen. Amen. Yndislegt að sjá okkur svona mörgir í dag. Ég veit að það er alfa helgi austur í Koti, þannig ég bjóst við að það yrði nú aðeins færri. Þannig að gaman að vera með ykkur. Ég heyrði, þetta var mjög góð alfa helgi, frétti ég. Það eru nokkru sem að vilja fara á alfa helgi og koma samkoma sunnudegi, allan pakkan, og það var fólk sem var að mæta Guði og fólk sem var að bæði eignast samband við Jesú Kristi í fyrsta skipti og endurnýjast í trú sinni og bara yndislegt. Ég klappa fyrir því. Ekki yndislegt, það Guð er að starfa í dag. Og við ætlum að halda áfram að tala saman. Það er örugglega eitthvað annað sem ég ætla að minnast á hérna, ég er búinn að steingleyma hvað það var. En mér langar að lesa nokkra texta fyrir ykkur hérna í byrjun og ég kom með mjög löngum fyrirvara með glærusjó sem ég veit ekki alveg hvort að, en ég er með allan textan skilji. Þið bara heyrið þetta, það væri gaman að ég geti lesið þetta með mér. Ef að Nei, það gerist ekki neitt. Ég ætla að byrja að lesa fyrir ykkur texta í Lúkasar guðspjalli. Glæsilegt. Síðasta kvöldmáltíðin. Það er svolítið merkingaþrungið augnablik. Jesús er búinn að ganga með lærisveinum sínum. Hann er búinn að kenna þeim, hann er búinn að undirbúa þeim og þeir sitja þarna, þeir eru búinn að neyta kvöldmáltíðar, páskalambið sem slátrað hefur verið. Jesús er að fara að breyta mannkynssögunni. Guð almáttugur sem hefur stigið ofan af hásæti sínu á himnum, svipt sig öllu, gerst ekki bara maður heldur gerst þjónn og er í þann mund að fara að fórna lífi sínu til að frelsa synduga menn. Hann kennir lærisveinum sínum auðmýktina, hann kenna þeim um þjónustuna, hann klæðir sig svo þjónn, hann þvær þeim fætur, hann er nýbúinn að segja þeim, einn ykkar mun svíkja mig. Og þeir fara allir í panik, bara er það ég? Og svo lesum við í næsta versi og þeir fóru að metast hver þeirra væri talinn mestur. Er þetta ekki fyrir komist? Dramatísk stund, sitja hérna með frelsara heimsins, einn ykkar mun svíkja mig og þeir fara að er það ég? Og svo fara þeir að metast veistu það, fólki finnst ég vera svolítið betri lærisveinn en þú. Ég hef betri talanda. Á þessari stundu af öllum, þá fóru þeir að rífast þetta. Svolítið norður af Jerúsalem, það er Sýrland og þar er borg sem heitir Antíókía og það var svona mikil miðstöð í frumkristninni. Þar voru lærisveinir fyrst kallaði kristnir, þar voru Páll og Barnabas og þetta var svona blússandi kirkja, mikill vöxtur, mikið að vera og mikil trúboð sendistöð, fyrstu kristniboðnir sendi frá Antíókíu og þetta var mikið líf og þetta er svona mynd af frumkristninni og svona hvernig kirkjan, eins og við sjáum hana kannski í sinni bestu mynd. Og þannig að það er ekkert nýtt að halda mót, þeir heldur mót eins og við erum nýbúin að halda haustmót og við heldum vormót og þeir heldur mót og þeir fengu enga smá bombi í heimsókn. Pétur postuli sem gekk á vatni. Pétur sem gekk með Jesú, Pétur sem játaði fyrstur. Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs og Jesú segir þú ert kletturinn. Á þessum kletti mun ég byggja kirkju. Þú getur ímyndað ykkur eftir samkomuna, Pétur er búinn að predika og svo er kaffi eftir samkomu, allir svona reyna að spjalla við hann og hitta hann, allir vilja hitta þennan merkilega gest. Og Páll postuli, hann segir ykkur svolítið frá þessari heimsókn í Galatabréfinu, 2. kafla og 11. versi, þá segir Páll okkur, en þegar Kefas, sem var arameiska nafnið, kom upp til Antíók, áður en menn okkur komu frá Jakobi, hann setið að borðið með heiðingjum, en þeir komu, dró hann sig í hlé og tók sig út úr af ótta við þá sem héldu fram umskurninni. Hinir gyðingarnir tóku einnig að hræsna með honum svo að jafnvel Barnabas lét dragast með af hræsnið þeirra. En þegar ég sá að þeir gengu ekki beint eftir sannleika fagnaðarerindisins, sagði ég við Kefas í allra áheyrn, úr því að þú sem ert gyðingur lifir að heiðingja siðum en eigi gyðinga,
Hvernig getur þú þá neitt þá sem ekki eru gyðingar til að lifa eins og gyðingar? Þetta hefur verið eftirminnilegt hausnót. Svona leysir maður ágreiningi, það ekki? Stendur upp fyrir framan alla og andmælir upp í opið geðið og segir svo frá því. Filippíbréfið, verið glaðir, ég segi aftur, verið ávallt glaðir. Þar er Páll postuli að skrifa, hann ávarpa söfnin, hann hvetja til að vera glöð og segir þessari glöðu kirkju, þessari blessuðu kirkju, að þá sér hann ástæðu til að áminna 2 samþjóna, mögulega öldunga eða leiðtoga í kirkjunni, í bréfi sem hann skrifa til alls safnarins og lesið fyrir framan allan söfnuðinn. Ég áminni Evodíu og Síntíke að vera samlyndar vegna drottins. Stelpur, hætti þessu drama. Hætti það rífast, verið þið bara vinir. Ég áminni ykkur, hann var ekki að senda þeim sér bréf, þetta var svo mikið ábyrjandi og svo snerti svo allan söfnuðinn, þetta var bara, ímyndið ykkur ef að hérna samkomið, bara, myndi nefna ykkur á nafn, bara, hætti þessu krakkar. Þetta er svo opinbert, þetta er svo lítið leyndarmál að það má ávarpa það úr púltinu. Þannig að í útópíu frumkirkjunar, þá þurfti að áminna fólki þjónustu, bara please geti verið vinir. Ég veit, þetta sem gerðist og engin mann lengur hvað geti ekki bara glemt því og lagt það til hliðar, því muni ekki alveg hvað hvort sem er. Svo lesum við aftur Jesús í Markúsarguðspjalli, hann er búinn að vera að kenna lærisveinunum auðmýkt, hann er búinn að kenna þeim þjónustu og fórnfýsi og hann er nýbúinn að vera að tala það að ég sem er mannssonurinn, ég mun fara til Jerúsalem og þar vil ég framseldur í hendur syndugra manna og ég mun láta líf mitt til lausnar fyrir marga syndara. Hann er nýbúinn að kenna lærisveinunum, við þurfum að vera svo börnin, við þurfum að auðmýkja okkur, við þurfum að vera lítilát og við þurfum að vera bara eins og Jesús, hóvar og af hjarta lítilátur. Og margir predikar hafa kannski upplifað þetta, nýbúin að predika eitthvað, svo kemur einhver til þín og hann segir takk fyrir predikuruna, þetta var æðislegt og svo kemur eitthvað komment eða einhver bón sem er kannski svolítið skrítin. Þannig Jesús nýbúin að kenna þessa stórkostlegu kennslu, koma 2 lærisveinar hans, búin að vera með honum í 3 ár og þeir segja Jesús, takk fyrir kennsluna, þetta var æðislegt. En fyrst við höfum þig svona útaf fyrir okkur, þá viljum við, Jakob og Jóhannes, biðja þig, megum við fá að sitja við hlið hér í dýrðinni, annar til hægri handar og hinn til vinstri. Þegar hinir 10 heyrðu þetta, gramdist þeim við þá Jakob og Jóhannes. Jesús er nýbúinn að kenna auðmýkt. Hann er nýbúinn að kenna að elska aðra, að fórna sér, að láta líf sitt og þeir já, æðislegt. En megum við sitja við háborðið Jesús. Flott, allt þetta að segja auðmýkt, yndislegt, en eru við ekki örugglega með bestu sætin? Og hinir 10, þeir eru bara eitthvað, fóru þeir á undan að spyrja. Þeir eru bara að fá bestu sætin. Búin að vera með Jesú í 3 ár. Þeir eru lærisveinar Jesú, þeir eru búin að búa saman, þeir eru búin að ganga saman, þeir eru búin að gera kraftaverk saman og þeir eru bara eitthvað bullandi samkeppni. Hver fær að sitja hvar við borðið? Þetta er alveg verið talað. Af hverju er ég að lesa þessa texta? Bara því ég hef gaman að gera grín af fólki, kannski smá, en til að undirstrika það að kristið fólk hefur alltaf verið ófullkomið. Að lærisveinar Jesú Krists voru ófullkomnir. Að kirkja Jesú Krists hefur alltaf verið samansafn af ófullkomnu fólki sem er að takast á við bresti sína. Og það er rosalega mikilvægt að við svona kannski áttum okkur á því og á sama tíma líka að við stoppum ekki þar. Að maður geti viðurkennt bresti sína en svo fara maður ekki bara að lifa í því. Já, ég er skapbráður. Ég ætla ekki að gera neitt í því, en ég veit að því. Ég viðurkenni það. Ég er allan ekki hræsnari eins og þú. Þetta kallar mig hræsnara, Maður getur viðurkennt veikleika sína og svo gerir maður eitthvað við þá. Maður lifir í bata, skiljiði. En kirkjan hefur alltaf verið samansafna fólki í bata. Ef maður les sögurnar til dæmis Pál postula. Pál postuli, hann er æðislegur úr fjarlægð. Ég veit ekki alveg, hvernig haldið sé að vinna með manni sem er svona rosalega jarðýta. Maður horfir á hann fyrir trúboðsferð, hann er laminn og hann er grýttur og hann stendur upp og segir sama tíma morgun strákar. Og hann bara kemur aftur og predikar og þeir grýta hann
og svona af heilsufars ástofnum þá var hann eiginlega dreginn úr borginni og það segir ekkert mál, ég ætla að planta kirkju í næsta bæ og þeir senda predikara sem koma þegar ég er farin hérna, veitir. Hann er bara svona, komið bara í mig. Svona jarðýta, óstöðvandi jarðýta. Það er rosalega styrkur, en það er ríkalegu veikleiki. Bara að vera ósammála eitthvað, það er bara on og off-taki. Það er engin einhver snúningshraðamælir, það er bara botn og ekkert. Bara ég ætla alla leið eða ekki og það er rosalega erfitt út af að gera eitthvað málamölun. Það er bara, Markús, það sem hann nefndi ekki að klára trúboðsferðina síðast, mömmustrákurinn, nei, hann kemur ekki með okkur. Bara, og hann og Barnabas bara hnakkrífast og Barnabas geðu stráknum smá séns, hann er nú bara tvítugur, hann er kannski tvítugur en hann er tvítugur aumingi, alveg hérna. Ég er bara, komdu Fílibus, við skulum fara í aðra trúboðsferð sem er ekki fyrir aumingja. Og svo fyrir Páll og bara frábæra trúboðsferð og það er bara farnar 2 trúboðsferðir af því að Páll gerir engar málamílanir og hann vinnur ekki með aumingjum. En svo rættust úr þessu Markúsu og hann skrifaði bara Guðspjall sem við vorum að vitna í rétt áðan og Páll póstili skrifar fallega með einhverju bréfi, hann gat alveg séð að sér. En þetta var ekki auðveldur maður að vinna með. Hann hafði mikla kosti en veikleikar hans voru jafn miklir og yfirleitt á sömu sviðum. Og við horfum oft tilbaka og við sjáum þetta í svona einhverjum ljóma, fullkomna kirkjan. Allt var æðislegt, allir voru yndislegir. En svo voru bara lærisveinarnir með meting við síðastu kvöldmáltíðina. Svo var Páll og Barnabas að fara í trúboðsferð og ég veit ekki hvort þau voru búnir að biðja saman, svo bara þeir hnakkrifust og þeir fóru ekki einu sinni í þá trúboðsferð, þeir fóru bara sikkvara trúboðsferðina. Það var metingur, það var samanburður, það var ósætti, það voru átök, allan tíman. Í mesta vakningatíma kristninnar var bara mannlegir breiskleikar, mjög sýnilegir og mjög sjáanlegir. Og hvernig tengist það efni dagsins? Við erum að tala þetta í kirkjan. Svona er kirkjan. Og efni dagsins ætlum við að tala kirkjuna, virkar ekki sem fjastring, sem fjölskyldu. Kirkjan er eins og sem fjastring, hún virkar stundum. Yes, halleluja. Kirkjan er fjölskylda. Og málið með fjölskyldur er að það eru bara svolítið flókin fyrirbæri. Allir sem eru í fjölskyldu segja amen. Fjölskyldur geta bara verið flókin fyrirbæri. Ég hef til dæmis aldrei heyrt talað einhvern sem er atvinnumaður í því að vera vinaráðgjafi. Hafið þið heyrt það? Einhver svona vinasenter, þar sem vinir í vanda geta komið og fengið ráðgjöf. Fjölskylduráðgjafar, þeir hafa nóg að gera. Af því að fjölskyldur eru flókin fyrirbæri. Fjölskyldur eru bara meira en að segja. Sumir hlæja, en þeir sem eru svona meðvirkum fjölskyldum, þeir hlæja ekki. Nei, djók. Og málið við fjölskylduna, myndlíkingin fjölskyldu er allstæðar í Biblíunni. Okkur er kennt að biðja, Jesús kennir okkur að biðja, Faðir vor. Ekki Faðir minn. Ég á ekki einkarétt á Guði. Hann er líka Faðir mannsins við hliðina á mér, sem mér finnst kannski erfiður, eða mér finnst kannski leiðilegur. Og ég hef svona pínu verið, Guð, þurftur að frelsa hann, veist, af öllu fólki. Og Guð getur ekki bara frelsað skemmtilegt fólk. Fólk sem er ekki skrítið. Fólk sem er svona, svipan fatastíl og ég hérna. Fólk með sama tónlistastíl og ég. Guð getur ekki frelsað aðeins, getur ekki frelsað þennan, hann er svolítið flottur. Vitið, Faðir vor. Hann er Faðir þeirra eins og hann er Faðir minn. Við ávarpum hvert annað og í Nýja testamentinu þannig sem bróðir og systir. Og það er mikið talað kirkjuna sem hús Guðs í skilningnum heimili, eins og ekki gírnast hús náungaðins. Það var sagt til fólk sem bjóði í tjöldum, það átti ekki hús. Hús var bara fjölskyldan og allt sem þeim tilheyrði. Við erum hús Guðs, við erum heimili Guðs, við erum fjölskylda Guðs. Og málið með fjölskyldur sem er öðruvísi en til dæmis vinatengsl, maður velur sér ekki fjölskyldu. Við fæðumst bara inn í fjölskylduna, þau völdu okkur ekki og við veljum ekki þau. Og við þurfum bara að vinna úr því sem við fáum upp í hendurnar. Og málið sem er líka kannski með fjölskylduna er að fjölskyldan, hún sér og hún þekkir meira en bara sparihliðarnar á okkur. Fjölskyldan sér okkur þegar við erum nývöknuð og andfúl. Fjölskyldan sér okkur þegar við erum búin að vera við erum svo þreytt á því að vera hress allan daginn að nú kemur allt pyrrið á einu bretti yfir kvöldmatnum. Ég er að horfa á fréttirnar, eða hvar er fjastringin? Eða hver var í tölvunum minni? Hver fór inn í herbergið mitt? Það eru fleiri en ég sem gerði það, ég voru 14 ára. Hver var í herberginu mínu? Draslið er öðruvísi en áðan. Það voru örugglega nærbuxur hérna á gólfinu. Og
svona búin að vera hress og glaður allan daginn, svo kemur heim og hættir að leika og er maður sjálfur. Fjölskyldan sé þessa lið. Og málið er líka þetta, það er sama hvað gengur á og það er kannski sem gerir fjölskyldan svo sérstaka. Það er eiginlega sama hversu erfitt getur verið í fjölskyldunni eða sama hvað kemur upp á innan fjölskyldunar, það eru fjölskyldutengsli samt þannig að það er ekkert sem kemur í staðinn fyrir þau. Þrátt fyrir allt, þá er þetta samt eina fjölskyldan sem ég á. Þrátt fyrir allt, þá er þetta samt heimili mitt. Þrátt fyrir allt, þá er sjálfsmynd mín, hver ég er, saga mín, genin mín. Allt þetta sem ég finnst svo pirrandi í kringum mig eru yfirleitt hlutir sem ég finnst pirrandi í sjálfan mig að við höfum sömu gen. Við erum ofi lík stundum með það málið. Það eru fleiri ég sem að lenti því að vera óslega pirraður út í eitthvað og fatta já, ég geri nákvæmlega það sama. Og það er óþolandi að vera myndur á það. Það er óþolandi að geta ekki falið það. Og málið er það að þrátt fyrir allt, þá eru blóðböndin þannig að það kemur ekkert í staðinn fyrir þau. Og það er ekkert annað sem getur veitt okkur þann stuðning og það atlæti sem fjölskyldan veitir okkur. Við getum leikið fyrir fram að vina okkar og við getum áttið fullt af gervi samskiptum með fólk. En fjölskyldan eru þau sem þekki okkur. Fjölskyldan eru þau sem sjá okkur eins og við erum. Og það er eins svolítið með kirkjuna, kannski við öðlumst ekki upp saman og við erum ekki með sömu genin, Guði sé lof, upp á þess fólk innan kirkjuna giftist, það væri flókið og allt það. Í sumum kirkjum er þetta fólk meira skilt en annars staðar, en það er önnur saga. Það sem þetta var brandari sem enginn hlóað. Það var pínu vonbrigði, allavega. Það kannski breyst svo mikið, við erum ekki öll skild lengur. Það er eins með kirkjuna, við veljum okkur ekki fjölskyldu. Við veljum ekki þá sem situr við hliðina okkur í bekknum. Við veljum ekki þann sem frelsaðist á alfahelginni. Við veljum ekki hverjir mæta Guði. En við erum samt fjölskylda. Og það sem tengir okkur, og það er kannski það sem ég langar til að tala um, alveg svo með fjölskylduna, að tengingin sem við eigum er algjörlega einstök. Við eigum það sameiginlegt að fengja að mæta Jesú Kristi sem frelsar okkar. Við eigum það sameiginlegt að hafa upplifað nærveru Guðs og finna fyrir því hvað við þurfum á honum að halda og finna fyrir því hvað er gott að vera meðtekinn, að vera umvafinn kærleika Guðs, að vera umvafinn fyrirgefningu Guðs, umvafinn náð Guðs og elsku Guðs. Og þetta fyrsta augnablik sem maður mætir Guði, þá getur maður elska hvern sem er. Heyri amen við því. Það er bara, það er vond lyktar, ég ætla samt að faðma þig. Ég veit ekkert hver þú ert, ég ætla samt að taka utan um þig. Það er bara maður þykir svo vænt alla. Allt er svo yndislegt. Aldrei þykir þetta fjall er fallegt, eitthvað hérna. Bíllinn minn er bilaður, dásalegt, ég get hlusta á lindina í allan dag. Þá ætla batterið, raflan á bílnum er búinn, amen Guð, takk fyrir þetta tækifæri. Sem var bara allt æðislegt. Og þetta er eitthvað einstakt og þetta skilur enginn nema sá sem hefur upplifað það. Það skilur enginn hvað það er að mæta Guði. Flestir einhvern veginn, eins og sáum vídeóið sem við horfðum á í síðustu viku, þar sem eitthvað var að útskýra af hverju hefur fólk í kirkju. Já, sumir eiga bara rosalega erfitt með að horfast í augu við staðreyndir og finnst miklu betra bara svona biðja út í loftið. Mér finnst þetta stórkostlegt svar. Mér finnst þetta bara svona, það var svo hreinskilið, ég vissi að fólk hugsaði þetta, en bara fólk segir þetta, bara já. Og eitthvað fólk úr kirkju ekki var að spyrja spurninga, af hverju förum við í kirkju? Já, þið bara erfitt með að höndla lífið, ok. Takk. Og takk fyrir hreinskilina og svona í alvöru. Ég hló mjög mikið þessu svar, mér finnst það yndislegt að heyra þetta. En ég vissi að fólk örugglega hugsaði það. Fólk sem hefur ekki upplifað þetta, ég skil það alveg. Þið finnst þetta fáránlegt. Það getur ekki skilið af hverju heilbrigt fólk í landi þar sem er fullt af tækifærum, í landi þar sem að þú getur náð fram, að þú getur haft það ágætt, svo ætla bara að láta einhvern annan stjórna lífiðinu. Einhverja gamla bók hérna, svona gömul og þung og rík sumstaðar, vitið, bara já, einhverja fornbókmenntir stjórna lífiðinu, áhugavert, spes, greið þú. En við sem höfum upplifað þetta, við vitum að þetta er ekkert greið þú. Við vitum hvað þetta breytir líf okkar. Við vitum hvað þetta gerir fyrir okkur. Við vitum hvað þetta er gott fyrir alla. Við vitum að ef að fólk myndi sjá og upplifa þetta, hvað væri gott fyrir þau. En málið er þetta, við eigum þessa reynslu sameiginlega. Og það tengir okkur ólýsanlegum böndum. Og ef maður hefur ferðast og farið til landa þar sem maður kannski talar ekki málið eða skilur ekki alveg menninguna og svona,
lappin í kirkju, til dæmis bara það sem allt er rosalega skrítið. Veist, ég fór einu sinni í kirkju þar sem það voru allir í aðeins og litlum jakkafötum og lofgjörinn var skemmtari og ég er ekkert að djóka, það var bara eitthvað teknotónlist og eitthvað tungumann sem skildi ekki neitt og eitthvað og forstöðum var að kalla eitthvað mann upp á svið og hann kom upp svona pínu hræddur og hann bara lét hann bentan og maðurinn kraup og ég bara hvað er að fara að gera þetta? Svo tók hann svona olíuflösku, veist, ég veit ekki alveg, bara eins og við notum sko til að við biðum fyrir sjúkum og hann var aðeins stærri en þetta og hann tók bara tappan úr og svo bara hellti hann eitthvað yfir hann og maðurinn hann hérna og svo bara baða hann fyrir honum og svo bara ok, sætið og ég veit ekkert hvað var að gera þetta. Ég veit ekkert hvort það var að vera smyrjan inn til þjónustu, þetta var mjög skrítin samkoma. Og ég sat þarna pínu bara hvað er í gangi? En svo talaði fólk eftir samkomuna og það var svo skrítið, það var svo margt sem aðskildi okkur, menning, tungumál, tónlistarsmekkur, fatasmekkur, ýmislegt sem aðskildi okkur. En það var einhver óútskýranleg tenging þarna. Bara já, þú skilur mig, þú veist hvað ég er að tala um og það var vinátta. Og að ferðast og lenda í vandræðum og vita að maður getur leitað í kirkju. Veistu, ég sé þetta í Alþjóðakirkjunni, það er bara, þegar fólk veit ekki hvert á að fara, hvert fer það? Það fer í kirkjuna. Það fer ekki inn í útlendingastofu, það fer ekki í einhver hjálparsamtök, það er bara hvert fer ég, þar sem að fólk mun taka vel á móti mér og fólk skilur mig. Það kemur í kirkjuna. Og það er bara átómatist einhver tenging. Vitið, þetta er alveg einstakt og þetta er eitthvað sem að ekkert kemur í staðinn fyrir. Og málið með kirkjuna, vitið, við erum samansafn af alls konar fólki. Við erum ólík og við höfum ólíkan fatasmekk, við höfum ólíkan tónlistarsmekk, við höfum ólíkan smekk á mat, ólíkan húmor, þið hlægi ekki alltaf að bröndrunum mínum, ég fyrirgef ykkur. Samt svona áni fyrir að sofa, hugsa ég, hann hló ekki, nei. Vitið, það verða árekstrar, það eru mistök sem eiga sér stað, það komum særindi, einhver segir brandara sem átti að vera fyndinn en var bara særandi. Alls konar drama í kirkjunni. Og þannig er það og þannig mun það alltaf vera. Í síðustu kvöldmáltíðina, hver er mestur? Strákar af öllum tímum, skiljiði. Gátu ekki valið eitthvað betri og þetta er bara skrifað um þetta í Biblíunni. Mér finnst það svo fyndið, bara Biblían segir frá þessu. Þeir voru bara að rífast. Þarna er Jesús að tala um merkilegasta viðburð mannkynssögunnar og hann er í það mynd að fara þangað til svona alvarleg stund og þeir fara að metast hver sé mestur. Hvað er í gangi? Bara rosalega erum við klikkuð. Og við erum bara eins. Og málið með kirkjuna er að það verða árekstrar og mistök og særindi, en vitið þið hvað? Og það er kannski eitthvað, ég heyri það kannski meira en margir. Það er rosalega margt gott sem gerist í kirkjunni. Það eru rosalega mörg kærleiksverk unnin í kirkjunni. Og á bakvið tjöldin, það er rosalega algengt, það er einhver í þörf og það er bara einhver sem tekur utan um hann. Einhver sem mætir þörfinni, einhver sem sinnir viðkomandi, einhver sem blessar viðkomandi. Vitið, það er rosalega svona samstaða, kærleikur og væntumþykja sem bara hrærir við manni. En það er unnið í hljóði og það er ekki alltaf blásið í lúðra fyrir því. En þetta er það sem gerir kirkjuna svo fallega. Við erum ófullkomið fólk en við hjálpumst að. Við erum ófullkomið fólk en við erum fjölskylda. Og það sem gerir fjölskyldu heilbrigða er ekki heilbrigði einstaklingana sem hana mynda. Til að vera heilbrigð fjölskylda þurfum við ekki öll að vera eitthvað brjálæðislega heilbrigt fólk með engin vandamál. Í heilbrigðri fjölskyldu, ég veit ekki, ég held að heilbrigð fjölskylda snúst meira um heiðarleika. Ég held að til að vera heilbrigð fjölskylda, það snýst að meira um framkomu okkar hvert við annað og kannski væntingar okkar hvers til annars. Mér finnst til dæmis, til svona, fólk hengi svona plagg upp á vegg heima hjá sér. Það var einhver sem á einhver stað stóð, þetta heimili er nógu hreint til að vera heilbrigt og nógu skítugt til að vera hamingjusamt. Mér finnst það svolítið góður balans. Bara hver vill búa á einhverju herstöð, þar sem fólk er bara rekið áfram, bara aldrei neitt óhreint, en það eru allir dauðþreyttir og pínu fúlir hver út í annan. Vitið þið, í heilbrigðri fjölskyldu, þá getur alveg prumpað og fólk segir, oj, ég nógist er lykt. Kannski gera það ekki viljandi, en það bara gerist. Er það ekki gott dæmi? Ég er barn sem ólst upp í svona sósíalrealíska barnabækur. Það var einhver sænsk barnabókastefna þar sem allir voru eitthvað, ég veit ekki,
allir voru sem pínu skrýttum fjölskyldum og eða voru dýrabækur, eins og har það einn kanína og hún er svona mjög furðulegt, svona eitthvað sem er áörglega vera tippi. Og þetta er svona kanína. Og þetta var svona social realismi, ekki fela fyrir börnum að dýr hafa líka kyn. Það var mjög sænst, finnst mér. Þannig að ég segi prumpubrandara, þið fyrirgefið mér það. Kannski ég gekk ekki of langt með kanínuna, en þetta er samt barnabók sem er til á mínu heimili. Það er jafnvægið í heilbrigðri fjölskyldu er svolítið fólki í því að geta horfst í augu við gallana. Við erum ófullkomin, við verðum það og við verðum þannig og við getum meðtekið hvert annað þannig. Við getum elskað hvert annað. Umburðarlyndi er ekki kristið gildi. Umburðarlyndi er hvergi í Biblíunni og að tala að umburðarlyndi sé mikilvægt myndi ég segja er bara ekki dóla kristilegt. Kærleikur hins vegar er mikilvægur í Biblíunni. Þú getur umborið eitthvað en fundist hann óþolandi. Þú getur umborið eitthvað ástæðu ekki að væntum hann. Biblían kennir okkur ekki að umbera fólk. Biblían kennir okkur að elska fólk. Biblían kennir okkur að sýna kærleika. Biblían kennir okkur að brjóta odd af oflæti okkar. Og ef maður hugsar það, er til eitthvað sem heitir óþolandi manneskja? Svona í alvörunni. Hvar er óþolið? Það er hjá mér. Er það ekki? Manneskjan er eins og hún er, en það er ég sem á erfitt með að þola hana. Og hvort er auðveldara að breyta manneskjunni eða breyta viðhorfi mínu? Já, ef ég ætla að gera það, það er auðveldar fyrir mig að vinna í mér. Það er auðveldar fyrir mig að velja að horfa á það jákvæða, að vera kærleiksríkur. Í fyrir Þessalóníkubréfi 5:21 það var verið að tala reyndar náðagjafirnar, það var að tala kirkjuna, það var sagt prófið allt eða látið á allt reyna, gaggrínið allt við á svona jákvæðan hátt, haldið því sem gott er. Það er að segja, við sem kirkja, við verðum að geta horfst í augu við okkur sjálf eins og við erum, horfst í augu hvert við annað eins og við erum og við hefum geta sagt, veistu það, þú þetta er svolítið frekja eða þetta, við hefum geta tala saman, verið heiðaleg, bara það er gat á soknuðinum, eitthvað svona. Daginn, ég man ekki að það var einhverja virðulega athöfn, það var eitthvað sem benti mér á að ég með opna buxnaklöf. Ég var búin að vera með opna buxnaklöf svona tíma. Ég var mjög þakklátur fyrir það. Ég var mjög fegin að það var eitthvað sem var ekki svo meður, hvað gæti sagt um mig opin buxnaklöf. Þá get ég gert eitthvað í því. Prófum allt og svo höldum við því sem gott er. Við erum tilbúin að taka tilsögn, við erum tilbúin að hlusta hvert og annað. Af hverju erum við að tala um þetta í dag? Af hverju var þetta í þessu efni, þetta er kirkjan, af hverju þetta tekið fyrir? Af því að viðhorf okkar skiptir svo rosalegu máli. Hver eru væntingar mínar til kirkjunar? Þú mátt vænta þess að kirkjan sé samansafn af ófullkomnu fólki. Þú mátt vænta þess að við verðum allavega ekki andlegri en Páll postuli og læri sem Jesú Krist. Þú mátt vænta þess að stundu þurfa að áminna Evódíu, Síntiki og hina sem ég man ekki hvað heitir, Evódíu, að vera samlyndar vegna drottins. Þú mátt vænta þess, kannski reyndar ekki hjá mér, ég er ekki alveg svo típa, kannski frekar Aron, að einhver andmál einhverjum upp í opið geðið, nýri kaffisal, ég veit það ekki alveg. Við erum báðir svo rólegir, ég býst ekki alveg við því, en who knows, það væri allavega biblíulegt, nei, alltaf svo afsökun. Kirkjan er fjölskylda, að því að við eigum sameiginlegan föður á himnum, vegna þess að við fengið að reyna kærleika Guðs. Við fengið að meðtaka náð Jesú Krist, fyrirgefningu hans og fórnarverk hans á krossinum. Og ef Guð getur elskað eitthvað og frelsað hann, hver er ég að vera bara eitthvað dómharður og leiðilegur? Ef Guð meðtekur eitthvað, þeir sem eiga börn vita hvað maður getur verið viðkvæmur fyrir því einhver tali sé eitthvað ljótt börnum hans, aðeins sem maður getur alveg Jú, það eru læti í börnunum mínum, ég móðgast ekkert að einhver segja það, en einhver fyrir að tala að þessu vond út af því, það myndi særa mig mjög mikið. Það myndi vera svona að það hitti taug. Og við skulum muna þegar við tölum hvert annað, að við erum að tala börn Guðs. Guð elskar okkur eitt og sérhvert eins og börnin sín, eins og við meira en við elskum börnin okkar. Guð elskar okkur, Jesús stóð fyrir okkur, hann mat okkur eitt og sérhvert þessi virði að gefa líf sitt fyrir okkur. Hver erum við? Að vera með eitthvað flokkadrætti og leiðindi og bara, ég get ekki farið í þessar kirkju, það er allir svo ófullkomnirar. Það er engin nógu andlegur í þessari kirkju. Alltaf þegar ég fer á djammið, sé ég annað fólk í kirkjunni þar. Þetta er aðeins að fá að sökva.
Og ég ekki að djóka, ég hef heyrt þetta nokkur sinnum, sko. Ég fór á þennan stað, og veistu hvernig ég sá? Veistu hvernig hann sá? Þig. Bara þessi kirkja bara í ruglinu. Það eru bara allir einhverju bullandi syndarar. Já, þú líka. Við öll, skiljiði, bara við hverju bjóstu. Við erum kirkjan eins og við erum. Og kirkjan er fjölskylda og það er líka góð áminning. Þetta er fjölskylda sem fólki býðst alltaf velkomið að koma og ganga í fjölskylduna. Dyrnar standa opnar fyrir alla. Það er pláss fyrir alla við eldhúsborð kirkjunar. Þeir mega allir koma inn og það mega allir vera með. Guð elskar þig eins og þú ert og hann vil fá að taka þér. Ef þú ert hér í dag og þú ert nógu bilaður og nógu gallaður til að tilheyra þessari fjölskyldu, þá býðst þér að koma og ganga í hópinn í dag. Maður heyra að mér, fólk ekki til í það, að fá fleiri. Það var fólk sem þurfti ekki að bíða þangað til í dag og gera það í gær og alfahelginni. En vitið það er yndislegt að tilheyra kirkjunni. Það er yndislegt að tilheyra fjölskyldu Guðs. Og til þess þá þarf maður bara að vera tilbúin að sleppa tökunum og hleypa Guði að. Og ef að heilagur andi er að banka á hjarta þitt í dag, hvort þú ert hérna inni eða í salnum eða hvar sem ert heima eða hlusta útvarpið, þá gefst þér tækifæri til að hleypa honum inn í dag. Það verður boðið fram til fyrirbænir þarna eftir og þú getur komið fram og þykir fyrirbæn fyrir hverju sem er. Ef þú ert hérna í dag og þú vilt taka við Jesú Kristi í lífið þitt, endilega koma. Ekki missa af að tilheyra þessari skrautlegu fjölskyldu. Ég vil að kirkjan okkar sé jafn skrautleg og servétturnar sem safna síðan niðri. Veitu, skiptir engu máli hvort þú ert haust eða páskar eða hvað sem er, veitu, það er pláss fyrir alla. Það er pláss fyrir alls konar servéttur á kaffiborði kirkjunar. Heyri amen. Jesús segir, þann sem til mín kemur mun ég alls ekki brottreka. Og þannig er kirkjan. Það eru allir velkomnir. Þegar maður allir koma inn, þú þarft ekki að taka til í lífinu eða vera fullkomin áður. Komdu bara eins og þú ert. Þegar við erum hérna eins og við erum. Og við þurfum að læra að koma til dyrana eins og við erum klædd og vera tilbúin að vinna saman í því að verða betri í að vera eins og við erum. Að verða betri manneskjur, að lifa Guði að vinna í okkur. Kirkjan er fjölskylda og hún er alls konar. En það er hægt að láta sig þykja vænt hana og elska kirkjuna ef maður hefur réttar væntingar til hennar. Og það var kannski svona, það er tilgangur með boðskapnum í dag. Að bara, við búumst ekki við að kirkjan sé eitthvað annað en hún er. Og við lærum að elska hana eins og hún er. Og læra að elska hana eins og Jesús elskar kirkjuna. Skulum enda því að biðja saman. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir að þú hefur kallað okkur saman. Ég þakka þér fyrir að Jesús að þú lítur á okkur eins ólík og við erum, eins mörg og við erum og þú sér fegurðina í fjölbreytileikanum. Ég þakka þér fyrir að Drottinn að þú elskar okkur með öllum göllum okkar og öllum veikleikum okkar og öllum breyskleikum okkar. Þakka þér fyrir að Guð að þú elskar okkur líka þegar við rekum okkur á, líka þegar við segjum eitthvað sem hefur betur látið ósagt og líka þegar við komum kannski ekki nógu vel fram, líka þegar við látum stjórnast af brestum okkar en ekki af anda þínum eða kærleika þínum, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir að Guð þú ert líka mitt í því þegar við biðjumst fyrirgefningar og þegar við sættumst og þegar við náum saman aftur, Drottinn. Og ég bið þig það, Guð, viltu hjálpa okkur að vera heilbrigð fjölskylda. Viltu hjálpa okkur að elska hvert annað eins og við erum, að meðtaka hvert annað eins og við erum og vera fús að taka tilsögn, vera fús að brýnast eins og stál brýnir stál og maður brýnir mann. Og heilagur andi Guðs, við bjóðum velkomin að koma og vinna í okkur. Við bjóðum velkomin heilagur andi að koma og leiðbeina okkur. Velkomin heilagur andi að mæta okkur þar sem við erum, eins og við erum og leiddu okkur á þann stað sem þú alltaf við förum á. Drottinn minn, ég bið þig, hjálpa okkur að vera svo kærleiksrík og yndisleg fjölskylda að hún sé aðlaðandi fyrir þá sem ekki þekkja þig. Hjálpa okkur að vera svo opin og svo heiðarleg og svo afslöppuð að fólk þrái að eiga þennan kærleika sem bara þú getur gefið og það sér í okkur, Drottinn minn. Þú segir í þínu orði af þessu munu menn þekkja þér í mínir lærisveinar að þið elskið hver annan. Hjálpa okkur að elska hvert annað eins og fjölskylda, eins og heilbrigð, kærleiksrík fjölskylda. Þess biðjum við Guð í Jesú nafni. Amen og amen. Amen. Og það er, eins og ég sagði áðan, fyrirbæn hérna inn í hliðarsalnum og lofgjörahópurinn kemur upp og leiðir okkur í lofgjörð aðeins áfram. Eftir það er kaffi hérna niðri eftir samkomuna. Ég held að sé ekkert sem þarf að tilkynna annað en bara GLS er hérna í byrjun nóvember
gls.is, frábær ástefna sem við getum alltaf til að vera með á. Annars segi ég bara Guð bless ykkur í dag og verum fjölskylda. Amen. Hvað var sem ég glemdi hérna í byrjun? Næsta sunnudag skírn og það þannig sem fólk gengur með formlegum hætti inn í söfnuðin. Þannig að ert hér í dag, ert að hlusta og horfa og þér langar til að taka skírn, þá hvetur til að hafa samband við bara skrifstofuna eftir daginn í dag og þá kemur í skírnarfræðslu og velkomin að koma og gangi í hópinn. Amen. Guð, þú mig þekkir og sérð mig vel og þótt ég bregði
veit þú mig elskar. Við þinn kross ég beygi kné, kvöldin lét mér líf í té. Hvar meiri ást að fá? Sigrað hefur dauðans sal, dýrð þín fyllir himinn sal. Hvað það skilir mig þér frá? Við þinn kross ég beygi kné, kvöldin lét mér líf í té. Hvar meiri ást að fá? Sigrað hefur dauðans dal, dýrð þín fyllir himinn sal. Hvað það skilir mig þér frá? Við þinn kross ég beygi kné, kvöldin lét mér líf í té. Hvar meiri ást að fá? Sigrað hefur dauðans dal, dýrð þín fyllir himinn sal. Hvað það skilir mig þér frá? Portandi féll, opnaðist leið, þú sagðir fullkomna. 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 Við þinn kross ég beygi kné, kvöldin lét mér líf í té. Hvar meiri ást að fá? Sigrað hefur dauðans dal, dýrð þín fyllir himinn sal. Hvað það skilir mig þér frá? Samkomunni formlega lokið. Hvet ykkur til þess að nýta ykkur fyrirbænina. Hún ennþá í gangi, þannig að þeir eru ekki búin að missa af henni. Hinir bara velkomið að kíkja niður í kaffisal og eiga smá samverustund með þessari fjölbreyttu fjölskyldu sem við eigum. Amen. Nú fer samkomu hérna úr Fíladelfíu að ljúka. Helgi myndist á það úr Fílabibrífinu, verið glöð, ég segi aftur, verið glöð. Og það áskorun mín til ykkar að vera glöð og sýna náunganum kærleika núna þegar ný vinnuvika fyrir að hefjast. Við skulum biðja. Heilaga Faðir, ég vil biðja að vera með öllum þeir sem að horfa á samkomuna, voru í salnum, horfa á hana á netinu eða fylgdust með hana á lindinni. Ég vil biðja að koma inn í líf þeirra og vera með þeim og blessa því. Ég vil líka biðja að vera með þau sem að þjónuðu inn á samkomuna á einn eða annan hátt og biðja að koma inn í líf þeirra. Ég biðja líka Drottinn að vera með okkur öllum, bæði núna og alltaf. Í Jesú nafni, amen. Og á þessum ljúfu tónum ætlum við að enda samkomu hérna úr Fíladelfíu. Ég hvet þig, ef þú hefur einhverjar spurningar hvað varðar trúna, að koma hingað eftir viku klukkan 11 hér í Fíladelfíu Hátunum 2, 105 Reykjavík og ég lofa því að við munum taka vel á móti þér. En þangað til næst, gangið á Guðs vegi. Fyrir